Það margt að vera í kvennaskólanum á Blönduósi. Þar má finna minjastofnun kvennaskólans, starfsaðstöðu textílsetursins og þekkingasetursins, auk námsvers, námsaðstöðu fyrir háskólanema og kennsluaðstöðu fyrir Blönduskóla. Það einnig verið að sauma vassdælusögu á refil með hennu forna refilsaumi. Já, hér ætti textíllistafólk ekki verið neinum vandræðum með að finna sér eitthvað við sitt hæfi. Þá dugir einn dagur skammt og því getur listafólk sótt að dvelja til lengri tíma og vinna að sínum verkum. Alveg rétt, hér í kvennaskólanum nefnilega líka listamiðstöð og það hérna á annarri hæð. Það eru gisti og vinnuherbyggi sem listamenn eru að dvelja í og vinna í á meðan þau eru hérna hjá okkur í húsinu. Og þetta eru ekki bara listamenn frá Íslandi, heldur allstaðar á heiminum? Þetta nefnilega fyrst og fremst hérna listamenn allstað frá heiminum. Fá Íslendingar sem hafa komið nú þegar, þetta svona aðeins að breytast núna. Listamiðstöð fyrst opnuðust 2013 og síðan eru það bil 200-250 listamenn allstað frá heiminum búin að koma hingað til okkar. Frá Ameríku og Asíu og Danmörkur og allstað frá heiminum. Og hvað eru þeir að staldra við lengi þessi listamenn hjá ykkur? Það misjafnt, flest eru nú hérna í 1 mánuð eða 2, sumir 3. Það samt opið, fólk getur verið lengur. Flesti kjósa nú að vera hérna það bil 2 mánuði. Og það þarf að sækja til þess að koma og vera hér? Já, það umsóknarferli sem fer í gang. Listamenn sækja hjá okkur á netinu, senda umsókna í blað og þá förum við að skoða umsóknir og velja og samþykkja. Það svona ákveðin atriði sem við erum að passa upp á eða viljum vera vissum, menntun eða starfsferli eða líka verkefnalýsingu, hvað vil fólk vinna hérna. Þetta er textíllistamiðstöð sem þýðir það að þetta er textíllistamenn eða náms, fólk sem í námi eða fólk sem að kenna textíl sem að sækja og koma. Og já, þá eru þau samþykkt og fá að koma hingað. Og hvað er það sem að listamenn eru að sækja í? Og það er sjálfsögðu aðstæðan, en er það eitthvað við Blönduós sem að listamenn eru að sækjast eftir? Já, það er margt. Náttúrulega fyrst og fremst er þetta aðstæða. Textíllistamenn því líka það, hér eru tæki og tól sem textíllistamenn þurfa, hvort það eru vefstólar eða rokkar eða saumavélar eða bara plásið. Hér líka jurtalítrunarstúdíu til dæmis, en það er líka umhverfi. Listamenn, sérstaklega frá stórborgum heims, New York og Los Angeles, þau náttúrulega njóta þess að vera hérna á Blönduósi, í litlu þorpi við sjó. Útsýni hérna er náttúrulega alveg stórkostlegt úr vinnustúdíu. Í gamla bæinn á Blönduósi, óbúslega falleg. Þetta er eitthvað sem þau njóta flest öll, eru mikið að tjá sig til dæmis á samfélagsmiðlum og vilja oft koma tilbaka af því þau farin að sagna það þegar komin heim aftur. Gefur þetta samfélaginu eitthvað að vera með svona starfsemi? Ég held alveg örugglega bæði þetta óbúslega gaman að hafa hér í þorpinu listamenn allstað frá heiminu, fólk sem maður þekkir ekki sem hefur sína sögur og þau eru að halda sýningar hérna í kvennaskólanum alltaf í lok mánaðarins sem eru opið öllum og gaman að koma að sjá hvað að vera að vinna hér. Og líka bara þetta er náttúrulega fólk sem fer í sund og að versla í búðina og það skiptir líka allt máli. Þetta er líka, ég held oft, það hjálpar mikið sérstaklega á þessum litlum stöðum, þar sem fólk oft einangrað að sjá eitthvað í gangi, hvort það aðrir að vinna á skrifstofum sínum eða hvort þetta börnin sem að koma hingað í skólan til að vera í kennsluaðstöðu niðri. Það er lifandi, það er eitthvað í gangi og það getur verið það sem kallast inspiring fyrir allar að sjá. Hingað koma líka nemendur og eru að læra eða í starfsnámi. Það eru kennarar líka hérna á leiðbeinendur sem að starfa hér. Þetta er nefnilega eitthvað sem er búin að aukast og líka mjög áhugavert. Við fáum hingað ekki bara listamenn en líka fræðslufólk. Það er að segja bæði frá Íslandi og erlendis frá. Hingað koma nemendur Listaháskólans einu sinni á ári sem dvelja þá í listamiðstöðuna, fá kennslu frá vefnarakennarum. Ragnheiður Þórsdóttir að sjá það hjá okkur og Jóhanna Pálmadóttir, handavinnukennari. Hún að kenna þeim að spuna og vinna með íslenska ull og prjóna. En við fáum hingað líka skólar eins og Concordia háskóla í Montreal var hérna hjá okkur fyrra sumar í heilan mánuð. Við fáum hingað nemendur eins og frá Central St. Martins í London. Þau voru hjá okkur fyrra líka. Þau unnu með fiskskinn og þetta var rosalega áhugavert verkefni hjá þeim. Þannig já, þetta er farin að vera svolítið mikið tækifæri líka að koma hingað til að læra. Og
Og segir hérna eru listamenn að sækja í umhverfið, fiski, róðið, það hægt að sækja litina úr náttúrunni. Eru listamennir að nýta sér það sem hér á Blönduósi í sín verk? Mjög mikið. Bæði náttúrulega bara eins og útsýni náttúru að fá svona innblástur með það, en líka efni já. Við fáum mjög mikla fyrirspurnir akkurat út af jurtalitun. Hægt að tína plöntur, hægt að nota ráefni sem vex úti eða þau eru að finna einhver staðar og þau gera það mjög mikið að nota það. Þessi stólar hérna, þessi vefstólar, þeir voru ekki smíðaðir í gær? Nei, svo sannarlega ekki. Þetta eru stólar sem eru búin að vera hérna í mörg ár. Þetta voru stólar sem voru örugglega búin til eða gerð fyrir skólan, fyrir Kvennaskólann á Blönduósi sem kennslustólar og hérna þetta íslenska vefstólar. Þannig að listamenn sem koma til okkar sem eru að vuna kannski að vinna með kanadískum vefstólum eða skandinavískum, þau þurfa að læra að nota þér. Og þetta heilmikið að læra á, þetta nú eiginlega bara heilmikil starffræði hreinlega. Já, ég held fólk gerir svo oft ekki grein fyrir hversu mikið starffræði í vefnaði. Það ekki óflókið mál að fyrst setja þeim upp, þú getur ekki bara komið hingað og byrja að vefa. Það verður fyrst að setja upp og setja þráður í og mæla og regna út hvað þú vilt vefa langt og mikið og svo er þetta mikið handavinna og svo getur þú byrjað. Þetta ansi mikið verk. Þetta eru bara fyrstu tölvurnar hreinlega vefforritun. Það er nefnilega alveg rétt. Tölvur það byrjar allt með vefstólum. Þetta byggir allt á tölum og það er líka gaman að nefna að við eigum í dag stafrænan vefstól sem tölvu í raun og veru. Þetta eini sem til á Íslandi og hann út í húsi og þetta tengist nefnilega saman vefnaðir og tölvurnar. Bæði gamlir og nýju tímar. Bæði gamlir og nýju tímar.